Sælveriði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í kvöld ætlum við að nýta flugu sem heitir Frisco. Hún er þekkt fluga. Góð í Þingvallavatni til dæmis og fleiri stöðum þar sem er að finna bleikju. En Friscoen er eftir hann Jón Helga Jónsson. Og krókarnir sem við erum að nota í Friscoen er að nota Wetfly, Arexons Wetfly sem eru F12 580 og þetta er krókur númer 10. Og tvinnin sem við erum að nota í þetta er sem sé Arex 80 svartur. En ég nota nú þann tvinna sennilega mest svona í svona alhliða nýtingar. Við byrjum á því að festa ávölu silfri hérna á búkinn og silfri sem ég er að nota er mitt frá Uni líka. Því næst kemur brúnt floss sem ég er með hérna og þetta er hérna stretch floss. Þetta fæst bæði frá Uni og fleiri merkjum. Ég ætla að vona þetta sem ég er með hérna dugi. En þá kemur það hérna niður á legginn. Svona. Og alveg hérna aftur á. Og svo förum við með tvinnan cirka hingað. Stoppum með hann hérna. Klippum þetta í burtu. Sem er eftir, hérna megnið af því, þetta fer hvort svo sem er undir flósið. Og tvinnan aftur á eftir. En svo kemur sem sé flósið hérna yfir búkinn. Formum búkinn með þessu. Og hann á samkvæmt mynd að þykkna hann dálítið fram. Þannig við förum 2 umferðir. Þetta er fyrri umferðin sem voru fljótir hérna aftur og bak í seinni umferðina. Förum með þetta hana aftarlega. Og svo á þessi að vera þannig að hann þykkni fram. Og með flós þá er ekkert mál að snúa upp á það til þess að þetta haldi sér. Allavega jafn þykkur og helst að þykna þess fram. Svona. Svo læsum við þetta niður með tvinnunum hérna. Og svo til þess svo sem að nýta flósið hérna þá má svo sem alveg vefja því svona þá verður þóraxinn á flugunni sem sé aðeins þykkara. Dugir sem sé þarf ekki eins mikið af páfuglsfönum. Það er að vefja þeim færri hringi. Næst kemur ávala silfrið, nokkra snúninga. Og já, Friscoen kunn vera mjög góður í sem sé eins og þjóðgarðinum að Þingvöllum fyrir bleikju sérstaklega og svo sem það sem að hægt er að finna bleikju, þetta er góð fluga. Kemur urriðan alveg líka en þetta er frekar bleikjufluga. Þá er silfrið komið á og við erum að nýta nú brúnu flósi. Það eru einnig til Friscoar sem eru sem sé með grænum búk. Og nú erum við með páfuglsfanir hérna, 3 páfuglsfanir sem fara í frambúkinn eða vængkylkið og ég strík fanirna þess að 3 saman bara svona í þess áttan og því andstætt fyrir hann hvernig það liggja og þá verður þetta oft svona aðeins þægilega að vinna með. Þá kemur þetta hérna sjáðu niður. Þetta er nýtt hérna svona og svo fyrir tvinnin hingað fram þar sem við þurfum að byrja að forma hausinn. Kemur þetta að segja frambúkurinn á henni hérna. Og þessi fluga, já, kemur rosalega vel út líka ef hann er nýtt sem bara nýtt með grænu flósi. Og það má náttúrulega nýta þetta með fleiri litum. Jafnvel svörtu. Einhverju svona sem að
það myndi giska á að passaði í þessar púpur sem að eru góðar. Næst á fluguna kemur skegg og þá ætlum við að snúa henni hérna við einfaldlega að því að við notum í skeggi svona svartan hana. Passum okkur að vera ekkert með eitthvað of mikið af skeggi, en skeggið á ekkert að vera eitthvað ofurlangt, heldur að bara ná svona aftur að öngul oddi, og þá tek ég þessar fanir hérna, sjáu þið, legg þær hérna niður, gríp bara með hinum puttunum, eða henni vinstri hendinni, og læsi þetta niður 2 snúninga, má ekki vera mikið meira, svo drögum við í fanirnar í, sko, svona. Og ég myndi segja að þær eru fínar þarna. Svona, þá er þetta að herða aðeins á þessu og klippa svo restin í burtu. Þetta er fínt að nota hérna langar fanir, þá er þetta að setja þær niður og stilla þær svona af. Og þá er þetta komið á. Og svo er eins og sem hefur verið pínu skakkar, þá bara snúið þeim í svona þann stað sem skeggið á að vera á flugunni. Og ég vil eins og í þessu tilfelli að því þetta er svona frekar lítil púpa, ekki vera að hafa eitthvað allt of mikið skegg á henni og ekki vera að ádressa hana neitt heldur. Í vængstubbin á þessari flugu þá er ég að nota svona fasana. Það er að segja þetta er restin af fjöður sem ég er með hérna. Það er sama með þetta, við viljum ekki hafa þetta eitthvað ofdressað og við festum þetta bara hérna niður svona með tveimur vafningum, svo drögum við þetta í stöðuna sem við viljum hafa þetta í, svona desired length eins og amerikanin kallar þetta. Svo herðum við þetta niður. Það má kannski vera eitthvað aðeins meira efni, en ég er ekki, eins og við segjum, sjálfur ekkert of mikið fyrir það að ofdressa flugur. Og þá er púpan eiginlega tilbúin, en það eina sem á eftir að koma á hana er svona sem sé rautt glóbrætt eða appelsínugult glóbrætt sem kemur fyrir aftan hausinn. Alveg eins og er á Peacock og fleiri góðum flugum. Þetta drögum við hérna í og vefjum þessu svo svona hérna. Þannig að þetta sé, þetta er kannski full mikið af því góða hérna, vefjum þessu fast niður en svona. Og ekkert meira heldur en bara 2-3 snúninga. Svo er það sem er fyrir framan er svartur haus. Og þá er friskóðin bara eiginlega klár, tiltölulega einföld flug í nýtingu og sjálfsögðu má viljið nota kúlhausa á þetta og ég hugsa ég myndi nú nýta hana með kúl ef ég er að fara með hana á Þingvelli. Einfaldlega út af dýpunu á vatninu á þjóðgarðinum og fleiri ástæðum. Kominni fyrir niður og svona gegnum murtuna, en þar sem ég til dæmis veiði með þessari flugu á grynnra vatni, til dæmis eins og í Sauðlauksdal og svoleiðis stöðum, þá í rauninni þarf ekki þyngingu á fluguna. Það er það grunnt að þú þarft ekki að bíða lengi þangað til komin á það dýpi sem er fiskur. Og þá er flugan bara klár. Eina sem við ætlum að gera er að bregða á þetta smá lakki. Og ég þakka ykkur bara eins og ég segi með mér lökum þetta kærlega fyrir áhorfið og samfylgdina. Það styttist í það við náum þessi erum að nálgast 1000 áskrifendur á YouTube og þegar við náum 1000 áskrifendum þá verðum við með smá gjafaleik sem við erum með flugur eftir sjálf á mig og eitthvað flera. Svo bara söpum við þetta með ljósinu hérna. Þannig ég þakka bara kærlega fyrir mig og þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og hérna með endilega deila rásinni, gerast áskrifendur endilega og setja like á vídeóið. En þangað til í næsta vídeói þá bara þakka ég kærlega fyrir mig og við séum oss rætt svo gott. Takk fyrir.